Verið velkomin á samkomu hér hjá okkur í dag. Gott að sjá ykkur, elskurnar mínar. Verið velkomin og þið sem heima sitjið enn og aftur velkomin að skjánum. Og við hvetjum ykkur að koma hér og vera með okkur. Prófa að kíkja á samkomur og upplifa nærveru Guðs á einum stað. Það er frábært. En það er líka æðislegt að hafa þessa tækni með okkur að við getum verið á samkomu hvar sem er í heiminum. Við ætlum að gefa Guði dýrðina hér í dag, við ætlum að lofa hann í dag, við ætlum að lyfta upp hans nafni hér í dag, má ég heyra amen, og við ætlum að biðja hann að vera með okkur. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestinni, ég þakka þér fyrir hver þú ert, Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Takk fyrir, Drottinn minn, að þú ert sá sem þú segist vera. Ég bið að mæta okkur, Drottinn, til anda, sálar og líkama. Ég bið þess að við mættum gefa allt í þessa lofgjörð okkar til að lyfta upp þér, Drottinn minn. Gefðu okkur eitthvað orðið þín í dag, Drottinn, að við mættum fara inn í nýja viku breytt, Drottinn minn. Ég bið þess, Drottinn minn, að þú gerir eitthvað stórkostlegt hér í dag. Snerti fólk bæði heima og hér, Drottinn. Við veljum þig í dag í þínu heilaga nafni. Amen. Endilega takið þátt í lofgjörðinni okkur.
Now I am left alone and I am broken. Try to find my way. Try to find the thing that's gone. This time, I know that you are holding on the answer. I'm tired of losing hope and taking chances. I know that never seems be the one that pleased me more. Give me a revelation, show me what to do. 'Cause I've been trying to find my way, I haven't got a clue. Tell me, should I stay here? Do I need to move? Give me a revelation, got nothing without you. Got nothing without you. Let me down
Amen, rísum á fætur og lyftum upp höndum okkar. Guð að tala til okkar í dag. Drottinn minn Jesús. Kirabassi tiramahaya. Jesús, ég bara þakka þér fyrir krossinn. Ég þakka þér fyrir Golgata. Ég þakka þér fyrir Drottinn að þú fórst sjálfviljugur á krossinn. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir okkur. Þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að í dag tækifæri til að nálgast þig. Í dag, Drottinn minn, tækifæri fyrir okkur að hleypa þér inn í þessi innstu fylgsni hjartans, Drottinn minn, og hleypa þér að, Drottinn minn, til að gera þitt verk. Hjálpa okkur til að vera frátekinn fyrir þig. Hjálpa okkur til að vera tilbúin, Drottinn minn, á hverjum einasta degi. Hjálpa okkur til að vera með eld í beinunum, Drottinn minn, með olíu á lömpum okkar. Hurabashikirabahaya. Drottinn, viltu gefa okkur náð til að taka móti þeirri olíu sem að þú hefur fyrir okkur í dag. Og Drottinn minn Jesús, að við mættum vera tilbúin, að við mættum vera, Drottinn minn, líður sem ekki bara heyrandi, heldur líka gerandi. Drottinn minn, halleluja. Hurabashikirabasiak, halleluja. Lyftum aðeins upp höndum okkur og lofum hann. Hver með sinni rödd. Það ekkert form. Vinir, það ekkert form. Formið til trafala. Talið bara við Jesú. Drottinn, við bara lyftum þér upp. Drottinn, ég þakka þér, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að þú kemur aldrei of seint. Það eitthvað sem að þarf að heyra í dag. Drottinn kemur aldrei of seint. Halleluja, hann kemur aldrei of seint. Stundum upplifum við það þannig, en það ekki þannig. Drottinn kemur alltaf á réttum tíma. Harabashikirabasiak, halleluja, 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 hurabashiak, halleluja, rabashiak. Og mér langar bara í dag til að tala út bara í spámanlegu flæði. Það svo margir sem fastir á göngunum með Guði, en Guð þráir að við bara léttum á okkur allri byrði, viðlóðandi synd, og við göngum beina brautir, vinir. Og ég ekki að tala frá þeim stað að ég sé eitthvað fullkomið. Við erum öll þarna, vinir. En það svo mikilvægt á þessum tímum sem við lifum að við vörpum á okkur allri viðlóðandi synd, allri byrði. Og vinir, byrðin mín og byrðin þín getur verið tvennt ólíkt, en við þurfum að varpa af okkur byrði. Og fyrir mér, ég fekk bara opinberun á sínum tíma, ég hélt nefnilega að það væri svo mikið undir mér komið, en þetta undir honum komið. Og vinir, það sem við þurfum að gera á hverjum einasta degi að vera í samfélagi við hann sem heldur öllu uppi. Og vinir, þá fara hlutirnir að ganga upp. Þetta ekki í einhverju erfiði, við erum að vera eins og María. Við erum að vera eins og María sem situr við fætur frelsarans og hún heyrir röst hans, vinir. Og við þurfum að heyra röst hans. Þannig að mér langar til að hvetja því í dag, ef að það kannski, þú upplifir eins og klæðurnar séu bara einhvern veginn dofnar. Það lítið eftir. Vinir, Guð hér og hann vill finna þig. Það eina sem að þú þarft að gera bara að lyfta hendi, taka lítið skref á móti honum og hann tekur mörg á móti þér. Því hann þannig, hann lofar og hann gefur okkur loforð í orði sínu og hann stendur við loforð sín, vinir. Það það sem svo frábært við Drottinn. Ég meina, ég klikka en hann klikkar aldrei. Og þvílíkt og annað eins að fá að tilheyra honum sem klikkar aldrei í Jesú nafni. Harabashiak. Þannig að mér langar til að segja við þig bara, ég brýt af þér allt ok sem heldur þér á þeim stað sem að þú ert. Þannig að þú getur ekki farið inn á þann stað sem að þú átt að vera. Og í Jesú nafni, þetta ok brotið. Þetta ok brotið í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Og allur líðurinn sagði, amen. Það held ég nú. Það held ég nú. Þessi óvinur búin að leika sér of lengi og fá að valsa og meira segja hjá kirkjunni og fólki. Það eins og við höfum gleymt hver við erum í Drottni. Það nýr tími, vinir. Það nýr tími í Jesú nafni. Og ég ætla nú ekkert að predika, ég veit ekki hvað að gerast hérna. En Guð góður. Og mér finnst bara tilvalið, finnst við erum orðin svona blessuð, að taka samskott. Takk Jesús, en við ætlum síðan að halda áfram með lofgjörð. Þannig að við erum tilbúin fyrir meiri og dýpri lofgjörð. Og vinir, gefum hjart okkar Drottni í dag í Jesú nafni.
í faðmi þér. Vernda mig með þinni sterku hönd. Þegar hafið rís og stormur hvíl, hefur þú mig og gætir mig.
Jesús, amen, dísi Guði, ég mun bera þitt nafn. Ég fór að rifja upp þegar við vorum að syngja þetta lag, ég sagði eitthvað tíman, ég sagði við Drottinn, þú átt mig. Og auðvitað tók ég á móti Jesú Kristi þegar ég var yngri, ég er náttúrulega bara alin upp í trúnni og ég man ekki eftir því að ég hafi verið annað en bara trúið. En ég man samt á þessum tíma, þá gerðist eitthvað og ég talaði það líka bara út. Ég sagði bara, ég er þín. Ég mun alltaf vera þín. Og stundum hefur nú aldeilis verið óveður. Og stundum hefur mér ekki liðið þannig að mér langaði til þess að endilega vera hans. En ég get alveg lofað ykkur því að þetta er dýrmætasta og besta gjöf sem að mér hefur verið gefin. Og það er að eiga Jesú Krist sem minn persónulega frelsara. Og ef að þú ert að horfa eða hlusta, að þá hvet ég þig til að taka þetta skref. Að bara opna hjarta þitt fyrir Jesú. Og mér er svo frábært að geta í lofkjörnu sagði bara, veistu að Drottinn, ég er algjörlega þín. Hvert get ég farið frá Drottni? Eins og Davíð sagði, hvert get ég farið frá Drottni?
Og það ekki hægt að fara frá Drottni. Og það ekki frábær tilhugsun? Hann allstaðar, hann allt í öllu, allstaðar. Hann í þínu lífi, hann með þér í erfiðleikum, hann með þér í gleði, hann með þér í sorg. Hann með þér þegar yfir lýkur. Og þá fyrst byrja ballið. Því að eins og Páll sagði, lífið mér Kristur en dauðinn, hann ávinningur. Hugsaðu ykkur. En hvernig var að gefa þessum snillingum gott klapp? Þau eru frábær, það bara þannig. Ekki allt eðlilegt? Eitthvað eftir? Ég nefnilega mjög illa sofin. Ég skal bara segja ykkur það, ég var að koma frá tenni í nótt og mikið yndislegt að koma á sangum og bara finna bara nærveru Guðs. Ég ekki einu sinni orðanum. Nærveru Guðs. Og vitið það, eins og Jóhanna talaði áðan og ég lofa hægt að tala eftir þetta. Það eitthvað við það þegar við komum saman í einingu. Það ástæða fyrir því að það talað að við eigum ekki að vanrækja safnaðsamkomur okkar. Það eitthvað kraftur í einingunni þegar við komum saman. Þannig að ekki vanrækja, komum saman og hvetjum systkin okkar til þess að koma með. Og til að byrja með, þegar við drögum okkur svona frá, þá erum við ennþá brennandi. En svo fer að minnka í, og allt í einu fyrir við að vera bara svona eins og kólamóli. Og við að kólamóli, hann gefur bara, sót út frá sér. Við þurfum að vera í eldinum, kæru vinir. En við ætlum að rísa á fætur, hann Kolli ætlar að tala hérna í dag og ég get ekki beðið. Magnar, Ég samt að biðja, nákvæmlega. Þeir hafa áhyggjur að því að ég sé ekki með þetta, réttilega. Og svo bænastund framöndan í vikunni og svo fyrir við bráðum að byrja aftur með samfélagshópin okkar. Það verður magnað. Við ætlum að vera með djúpa kennslu í vetur. Ekki veitir af. Amen. Við ætlum að fá kjöt á beinin. Ef að lyfta upp höndum okkar og bara lofa hann hér í dag, Drottinn, ég bara þakka þér. Þakka þér fyrir það að náða að fá að koma, á samkomu sem þess, að lifa í landi þar sem við megum koma saman. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir það. Ég þakka þér fyrir Ísland, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir kirkjuna á Íslandi. Ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, það sem að þú ert að gera. Þú ert að vekja fólkið þitt, Drottinn, til þess að taka stöðu sína. Og Drottinn, ég bið Jesús að þú opinberi vilja þinn fyrir okkur. Drottinn, það þú sem sannfærir, Drottinn minn. Það andi þinn sem sannfærir, Drottinn minn. Það ekki það sem að ég segi eða Kolli segir, heldur það sem að þú talar í gegnum Kolla. Og Drottinn, ég bið Jesús bara að Drottinn minn, Jesús, virkilega sannfæra okkur í dag. Drottinn, gef okkur nýjan eld, gef okkur nýja gleði. Það eitthvað sem þarf nýja gleði. Gef okkur nýja gleði, gef okkur nýja von, Drottinn, og styrka göngunum með Guði. Og ég bið fyrir Kolla að þú smyrjir varir hans og tungu, að hann tali orð frá náðastóli þínum, Drottinn minn, opinberandi orð í Jesú heila nafni, og allir liðurinn sagði. Og allir liðurinn sagði. Heyrið þetta, það tónn í þessu. Amen. Takk Sibba. Takk þið sem leitu lofgjörðina. Amen. Það eitt þrái ég, og ég búinn að grenja meiri hlutan þess að samkomum bara yfir því. Ég þrá að sjá fegur Guðs. Ég þrá að sjá meiri opinberun á honum. Og það nýtt tímabil. Það nýr tími. Og það sem sagt opin himinn, og það vitjuna tími Guðs. Og við verðum að gera eitthvað í því. Halleluja. Því að áður en að Jesú kemur tilbaka, þá tekur hann inn stóra uppskeru. Og við viljum vera með í þessu. Þeir sem hafa dregist aftur úr og sofnað og hafa verið sem sagt fallið við veginn, margir af þeim munu vera reistur upp aftur. En fleiri munu koma bara nýjir feskir inn á veginn. Og því að þetta á hjarta Guðs. Amen. Og þetta verður svona stæðsta vakning sögunar. Og þetta verður postulasagan á sterum. Halleluja. Og þannig að Guð að fara að endurreisa, og nú ég að tala bara spámanlega, endurreisa hérna postulega gjafir. Við munum sjá þar í ríkari mæli en okkur sinni fyrr.
Við munum sjá hennar fimmföldu þjónustu koma fram brunandi. Ekki með meting, heldur bara, hvar drottinn? Og benda fólkinu á drottinn og leiða fólki þangað. Amen. Og við munum fá opinberun á Jesú Kristi ekki bara sem frelsara og ekki bara sem læknir og ekki bara sem gjafara og lausnara, heldur sem herra, húsbónda og brúðguma. Og við munum sjá hann í meiri elsku nokkru sinni fyrr og það mun vera meiri ástríða hjá okkur. Og það verður meiri svona kraftur á göngunni. Amen. Þannig að þetta það sem að Guð að kalla fram og fyrst og fremst að því Guð með opinn himinn og þessa vídjónu tíma og fara að taka uppskjöruna, þá fyrst og fremst þurfum við að biðja. Þá fyrst og fremst þá þurfum við að leita hans og við þurfum að biðja. Jú, við erum með trúboð og við erum með alls konar í kringum það, en númer 1, 2 og 3 að tala við drottinn. Það bara lykilatriði. Ella var að tala hér síðasta sunnudag og ég held að það sé ein besta samkoma sem ég hef bara heyrt hann að tala á. Það var svo magnað. Hún var að tala að þekkja drottinn og vera þekkt af honum. Og þú veist, það bara verið nóg fyrir mig að fara aftur í þetta. Þetta var bara upprifjun, þetta svo magnað. En ég ætla bara að halda áfram. Og ég ráðleika ykkur að fara inn á og hérna, þetta var í síðasta sunnudag. Og spila þetta og hlusta á þetta. Þetta leysir ykkur. Orðið leysir ykkur. Halleluja. Dísi Guði, mér þungt á hjarta í dag. Þannig ég veit kannski svolítið alvöru gefin, en þið getið alveg tekið það, eða ekki? Móse, cirka 1500 fyrir Krist, hann leiddi Ísraelsmenn út úr Egyptalandi. Hann kemur að Sínaí fjalli og hann fer upp á fjallið einn og þar í 40 daga og 40 nætur. 40 sólarhringa. Og hann að tala við Guð. Hann kemur niður aftur, hann kemur með lögmálið, boðarinn 10, hann kemur opinberun tjaldbúðina og hann kemur fullur af dýr Guðs og það var ekki að horfa framan í hann. Hann kom með tjaldbúðina. Tjaldbúðin var raun og verið bara svona eins og musteri, eins og samastaður, eins og stefnumóta staður við Guð. Og tjaldbúðin var lögð upp með þessum hlutum, aðal hlutum. Það var í forgarðinum, það var eiraltarið og síðan var eirkerið þar líka. Svo komstu inn í heilaga og þá var þar reikisaltari og gullaltari og gullborð með 12 brauðum. Og síðan gat presturinn farið inn í það allra helgasta og þar var sáttmálsörkin. Og ég ætla bara núna að teikna upp sáttmálsörkina fyrir ykkur í dag. Og þar sat Guð og dýr Guðs og hann talaði til Ísraelsmanna. Og ef þú vildir eiga samfundi og heyra frá Guði, þá fórstu þangað. Í dag þú heilat musteri Guðs. Og andi Guðs býr innra með þér og hann tala til þín. Við erum undir þessum sáttmáli í dag. Vá! Sko ég er svo þakkláttur fyrir þetta. Halleluja. Andi Guðs að starfa hérna í dag. Og hann sem sagt örkin sem við kannski þekkjum úr ykkur í bíómynd sem Indiana Jones leitina týndu örkinni, kannski þið getið tengt saman við þetta. En örkin táknar höfðingjadóm Guðs eða höfuð Guðs eða Guð ræður. Ertu tilbúin að koma hana á þennan stað? Ertu tilbúin til að deyja sjálf með þér og bara krossast á holdið og segja Guð þú ræður? Það er rosalega erfitt. En með Guðs hjálp það hægt. Guð stjórnar, Guð ræður. Ísrael þýðir það sama. Guð stjórnar, Guð ræður. Haha, Guð prins yfir þessum heimi, segi. Síðan 500 ára saga, cirka 400-500 ára saga og Ísraelsmenn, þeir missa af og örkin ekki mikilvæg fyrir þeim og þeir missa hann í hendur og óvinum og svo framvegis og svo hún tekin og hún færð inn í hús Abinadabs, Ísraelsmanns og hún bara þar og Sál konungur smurður af Samúel, spámann og sjáanda Guðs og hann skeytir ekkert
Jerúsalem, að taka Jerúsalem þó það sé hans arfleið, hann Benjamíniti, hann átti arfleiðina Jerúsalem. Hann skeytir ekki það, hann skeytir ekki örkina. Það ekki fyrir Davíð kemur, smala strákurinn, að hann hefur þetta hjarta, hann tekur Jerúsalem og þegar hann búinn að taka Jerúsalem, hann fyrst 7 ár konungur í Hebrón yfir Júda, síðan hann konungur í 33 ár yfir öllu Ísrael, sem sagt 40 ár, og hann tekur Jerúsalem af Jebúsítum. Og það eitt af fyrsta sem hann gerir, það að fara og ná í örkina inn í hús Abinadabs og fara með hana inn til Jerúsalem. Að það klúðrast svolítið fyrst, en svo vissi hann hvernig hann átti að gera þetta. Hann fór heimsleiðina fyrst, alveg eins og fílistarnir hefðu komið með örkina bara á einhverjum vagni, en það átti að vera að herða honum á levítunum, prestunum, og þeir átti að bera hana. Og þegar hann var búinn að sjá það í bókinni Helgu, hvernig hann átti að gera þetta, þá tókst þetta. Og hann fer með hann inn í Jerúsalem. Og þá það sem hann gerir, að hann hafði svolítið óvenjulegt sem hann gerir. Tjaldbúð Móse, sem var helgistaðurinn, hann var ennþá þarna líka. Hann var settur í Gíbíu nokkra kílómetra frá Jerúsalem, reyna að fylgja mér. Hverjir hafa lesið biblíuna sína? Já, ok, flott. Reynið að fylgja mér, please. Ég reyna að vera einfaldur. Og þeir voru í Gíbíu með tjaldbúð Móse. Og í henni voru allir helgihlutir og þar voru levítarnir. Það voru 24.000 levítar, prestar að þjóna dag og nótt þarna í þessari tjaldbúð. En síðan var annað sem að Davíð bað Drottinn, má ég taka örkina? Hlustið á þetta. Hún var í hinu allra helgasta og það var heilagur hlutur, það mátti ekki einsinni nema æðstipresturinn fara inn einu á ári fram fyrir örkina. Náðu þessu, hann mátti taka hana og hann mátti fara með hann í annað tjald sem var staðsett í Jerúsalem. Það sem að Mustrisæðin í dag. Og hann keypti þessa hæð af einum Jebúsítum. Ok, hann keypti hana, þannig að þeir eiga hana. Og hann reisir þetta tjald fyrir þessa örk og hann fer með örkina þangað. Og Guð blessaði það og Guð sagði já. Síðan tekur hann rúmlega 8.000 levita. Levitar var ein ættkvísl af Ísrael. Það voru 12 ættkvíslir. Svo þið séu með þetta alveg á hreinu: Júda, Ísakar, Sebulon, Dan, Asser og Naftali, Rúben, Gad og Símeon og Jósef, munið eftir honum, og Benjamin og Leví. Þeir voru 12. Og Leví var það hlutskipti sem þeir fengu, þið eru prestarnir. Þið eru þjóna sem andlegir. Prestar. Og hann setti yfir 8.000 levita í þjónustu í tjaldbúð Davíðs, þar sem örkin var. Og það voru 4.000 lofgjörðarsveinar. Og 4.000 hliðverðir, 288 söngvarar. Og þeir voru sem sagt skipt, þessi söngvarar voru 12 í hverju setti og þeir voru vaktir alla sólarhringinn. 24 vaktir. Náðu þessu. Og þeir voru allir á launum. Og það tók svo verulega í ríkiskassan í Ísrael á þeim tíma að herinn var möglandi og kvartandi yfir að þeir fengu lítið. Og með þessi Absalón, sonur Davís, hann náði uppreisnin út á þetta meðal annars. En það er önnur saga, ég er ekki að fara í það. En þessi drengir, þeir voru dag og nótt frammi fyrir örkina að lofa Drottinn. Það var lofsöngu dag og nótt í spámanlegu flæði. Og þeir voru á 5 hljóðfærum. Og það var lúðurinn, hornið, og það var gían, og það var harpan, og það var málgjöllin. Og síðan var 5. hljóðfærið, það var röddin, það var uppáhalds hljóðfæri Guðs. Það voru söngvararnir, halleluja. Og hvað gerðu þeir spáðu á þessi hljóðfæri? Þeir spáðu frammi fyrir Guði. Halleluja. Þannig að þið sjáu að þetta var magnað hvernig þetta var, dag og nótt. Og þeir voru þarna, henni andlegu feður Asaf, Híman og Jedutún, alveg út á túni. Þetta er alltaf í hug þegar Jedutún var út á túni.
þegar hann var að lofa Guð, það var hendur og fætur, hann var brjálaður, sko. En hann var andlegur faðir. Allir hans synir voru hliðverðir. Og hann var andlegur faðir. Og allir þessi þrír, þeir voru ekki bara spámenn, þeir voru sjáendur. Og þegar við sjáum í Ísrael, það voru margir spámenn, en það voru mjög fáir sjáendur. Og nú fylgið mér, hlustið á mig. Spámennirnir heyrðu orð frá Guði og þeir komu með innblástur til þjóðarinnar orð frá Guði. Sjáendurnir, þeir sáu opnað og lokaða sýn. Þeir sáu stundum í andanum sínum sýn eða þeir sáu bara sýn eins og ég sé Guðmund og Sippu og fleiri. Og það sem að gera munin þarna milli að þeir sem eru spámenn, þeir fá innblásið orð frá Guði og sem magnað og okkur finnst líka frábært að fá orð frá Guði. En þeir sem eru sjáendur, þeir höfðu meira vald í andanum. Út af hverju? Vegna þess að þegar þeir sáu inn í Guðsríkið, þegar þeir sáu þetta andlega og þeir sáu hvað Guð ætlar að gera, þá gátu þeir haft áhrif. Þeir gátu tekið eins og þetta væri svona bænið þeirra var eins og samkomulag, þetta skal verða. Þetta skal vera leyst fram. Náu þessu. Vá, sjája! Nú komið tími til að við verðum alvöru kristinn, skilur við. Hættum þessu leikaraskap. Við erum búin að vera allt og lengi í sandkassanum og á bleiunni, skilur við. Og þannig að við sem sjáendur, þegar við förum á þennan stað, þá höfum við vald til að breyta hlutunum. Aha. Þannig að Úrra Bahaya, dísi Guði. Sálmur 27 og vers 4. Eins hef ég beðið Drottinn og það eitt þrái ég, að ég fá að dveljast í húsi Drottins alla ævidaga mína til þess að horfa á yndisleik Drottins og leita svara í musteri hans. Þarna Davíð að tala og það er bara eitt sem hann þráir. Og þetta eitt sem hann þráir, að það ég fá að dveljast, það í raun og veru að fá að setjast niður og þegja. Bara vera hljóður frammi fyrir Guði. Það þýðir þetta orð. Og að ég fá að horfa á yndisleik Drottins. Og að horfa þetta sama orði ég var að tala vera sjáandi. Það samstofna við orðið sjáandi. Þannig að þú horfir á Guð í spámanlegum anda. Aha. Áður en ég búið með þessa predikun þá skiljið þetta betur. Ok? Þannig að ekki fara á taugum og þið skiljið ekki allt strax svona. Það meira atriði að þið skiljið þetta inn í andi ykkar. Drottinn hreinsaði skilningavit okkar. Drottinn hreinsaði líkama, sál og anda, öll skilningavit og augun okkar sérstaklega, Drottinn. Að við sjáum og eyru okkar að við heyrum, Drottinn. Halleluja. Þannig að við horfum á Drottinn í spámanlegum anda. Við förum í andan til að sjá hann. Og þetta orð yndisleik, þetta raun og veru fegurð. Þetta raun og veru karakter, þetta raun og veru þokki og hérna bara, þú veist, þegar við hittum einhverja persónu, skiljiði, þá bara stundum, býtum við, vá, hvað þessi persóna mögnuð. Hún hefur svo mögnuð áhrif, það fylgir henni svo mikið karisma og hún svo næs og gott að tala við hana og það bara, mér bara líður vel að spjalla við viðkomandi. Hafið þið fundið þetta? Þetta bara stundu svona og þannig Drottinn. Ef við hittum hann, þá það bara, ég vil hitta hann aftur. Það kemur svona, ég vil hitta hann aftur. Ég veit að sumir hafa hitt hann, sko, virkilega bara séð hann. Persónulega. Og þeir bara, þetta vil ég að það gerist aftur. Amen. Þannig að Davíð hafði fengið þetta og hann var gjörsamlega bara gegntekinn af þessu. Þetta það eina skipti máli. Og hvað haldið að við gerst þegar Davíð setur í gang lofgjör dag og nótt og hann bara hugfanginn af þessu, ég vil bara sjá Drottinn, ég vil bara vera að þetta spámanlega flæði sé í gangi. Flestir spámenn og sjáendur nefndir í Biblíunni voru á dögum Davíðs. Flestir, langflestir. Halleluja, það eru 9 spámenn og sjáendur sem eru nefndir á nafn og þeir eru langflestir á hans dögum. Þetta svo magnað. Og það reisir upp Ísrael sem heimsveldi. Skiljiði, og talaði við gyðinga í dag, hvenær voru þínir bestu tímar, ykkar gyðinga? Þegar Davíð var uppi, þegar Salómon var uppi.
Þá var lofgjör dag og nótt. Líka hjá Salómon í musterinu. Ok, þannig að til þess að sjá postulasöguna á styrum, þá þurfum að byrja á því að stoppa. Hætta þessu heimslega rugli. Stoppa, hvar ertu stattur, og setjast niður og horfa á fegurð Guðs. Það skiptir öllu máli. Ef við horfum á Guð og við förum að sjá með þessu spámanlegum augum, þá getum við haft vald til að breyta hlutunum. Amen. Hvað gerðu postularnir og lærisveinarnir 120 þegar Jesú var farinn til himna? Þeir fóru í lofstofuna og þeir biðu og þeir föstuðu og þeir báðu og þeir væntu þess að kemur fyrirheit og síðan 10 dögum seinna að þá kemur nýja vínið. Þeir einblína á Guð. Halleluja. Og þeir voru ekki með fyrirframyndaða skoðun. Þetta mun koma svona. Það voru ekkert svoleiðis. Þeir vissu það ekki. Þannig að við í dag hendum þessum skoðunum bara út gluggann, sko. Guð ætlar að gera eitthvað nýtt. Halleluja. Og hann getur ekki blandað þessi gömlu, þú sett nýtt vín á gamla belgi, skiljiði. Við þurfum að vera tilbúin til þess að vera nýju belgir sem eru mótanlegir. Amen. Og það segir hérna í Postulassagan, ég er aðeins að tjekka klukkunni, Postulassagan 15, eftir þetta mun ég koma aftur og endurreisa hann af föllnu tjaldbúð Davís. Ég mun reisa hann úr rústum og gera hann upp aftur svo að mennirnir sem eftir eru leiti drottins og allir heiðingjarnir sem nafn mitt eru helgað, segir drottin, sem gera þetta kunnugt frá eilíð. Og sko, tjaldbúð Davís var bara lofgjör bæn og bæn dag og nótt. Það er ekkert annað. Og ef það verður endurreist, þá mun fólk fara að frelsast. Allir heiðingjarnir sem nafn mitt eru verið nefnt yfir, þá bara leitaði drottins. Þetta er magnað. Og það á hjarta Guðs er núna akkurat þetta tjaldbúð Davís. Fyrir rúmum 20 ári síðan þá byrjaði þetta á heimsvísu og það vissu mjög margir ekki að hinum. Og það var gerð könnun þegar við vorum að bæna húsamóti í Evrópu, í Ásburg, þá gerð könnun á öllum þeim sem höfðu byrjað með bænahúsi, það var 70% af þeim sem vissi ekki að þetta var á heimsvísu. Þetta var bara lagt á hjarta þeirra. Þetta er á hjarta Guðs. Guð er að kalla þetta fram. Og þetta verður aldrei verið svona áður á heimsvísu. Þetta hefur verið staðbundið eins og í Ísrael þegar Davíð var og svo framvegis, en núna er þetta á heimsvísu. Af því það verið undirbúið eitthvað. Amen. Ég get ekki sleppt í að fara í meginna 10 sem Ella fór í Mattheus 25. Ok, það var alveg magnað og það er sofnuð allar. Tóku eftir því. Og það eru eins og það er engin aðskilnaður og það er engin greining á þeim hver er hvað fyrir en það er búið að hrópa. Sjá, brúðgumi kemur. Er byrjað þetta hvísl eða er byrjað þetta hróp, sjá, brúðgumi kemur. Það kom orð frá Guði hér áðan og ég tek undir það. Þetta eru tímarnir. Það er opinn heiminn og það er vitjunartími Guðs og nú er tími til þess að vakna. Amen. Og þannig að 5 áttu þessa olíu, það áttu hennar leynda fjársjóð, en það er fengu olíuna með því að kaupa hana. Og við þurfum að kaupa olíuna á bænastæðnum, í bæninni. Og að fara í bænina er ekki eitthvað svona oft skemmtilegt, það er stundum barátta til að berjast í gegn þangað til að nærvera Guðs kemur niður. Og stundum þarf maður að bíða dágóðan tíma þangað til maður best í gegn. Skiljiði mig? Þetta er ekki bara eitthvað svona, já, þetta bara ætti að vera auðvelt. Nei, það er ekki svoleiðis. En það sem er gott við þetta, að Guðs hefur lofað okkur að það verði meiri smurning, bænasmurning á endatímanum. Og það finnst mér alveg magnað. Það verða fleiri sem biðja og það verður lyft með. Þegar Jesú fór í Getsemani, það síðasta sem hann gerði ára var handtekinn, þá fór hann í Getsemani að berjast í gegn og biðja. Biðja að hann geti klárað verkið. Getsemani þýðir olíupressa. Og þaðan kemur olían akkurat á þessum stað. Lærisveinarnir sem voru með honum, þau sofnuðu allir. Og þannig að ekki fara í fyrirdæmingu eða skömm, hvað þú hefur verið lélegur eða léleg að biðja. Þú veist, sjáðu hvernig lærisveinarnir voru. Biðdu Guð kraft til þess að biðja meira. Amen.
Þannig ekki horfa á kringumstæður, ekki horfa á hvað ég er ómögulegur, þú veist, eða við erum ómöguleg, heldur, horfðu á hann. Það leysir þig. Horfðu á hann, hættum að horfa á þetta jarneska. Þannig að, hvað opnar augu okkar? Ég er búinn að tala svolítið þetta og þetta eru svona megin atriði, 8 atriði, ég ætla ekki að fara í þau öll, það er að snúa sér til fyrsta kærleika, tár, iðrunar og þakklætis, það er lofgjörðin, það er brauðsbrotningin, það er fastan, það er heilaleikin, það er andi spátumskáfunar og það er að biðja í andanum. Ok, ég ætla bara rétt að fara hérna í hérna, það sem ég ætla að taka hérna bara örlítið er fyrsta lagi að snúa sér. Við þurfum að snúa okkur til þess að sjá hann. Ok? Við ætlum að fara í Ópenunarbókina. Blessaði með að voru að syngja hérna, Revelation. Ópenunarbókin 1:3. Sæll er sá er les þessi spátumsorð og sælir eru þeir sem heyra þau. Heyra og varðveita það sem í þeim er ritað. Því að tíminn er í nánd. Það er les, heyra og varðveita. Það er þreföld blessun þarna. Sæll er sá er les þessi spátumsorð. Amen. Þannig að þreföld blessun að varðveita spátumsorð endatímana. Og þetta er ekki opinberun Jóhannesar pressi, þó að við kennum oft við hann fær þessa opinberun. Þetta er fyrst og fremst opinberun Jesú Krist, sem er gefin í gegnum Jóhannes. Og í fyrsta kaflanum þá sjáum við að Jóhannes er inni Patmos, hann er í útlegð vegna þess að hann var vegna þess að hann hafði verið með að boða orð Guðs og Jesú Krist. Og það í 10. versi segir, ég var hrifinn í anda á drottins degi og heyrði að baki með raustmikla sem lúður gilli. Og hann var í andanum og hann heyrir röddina baki sér. Og þá segir hérna í 12. versi, ég sneri mig við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og ég sneri mig við, sá ég 7 gull-ljósastikur og millum ljósastikana einhvern líkan mannssinni. Klæddan skósíðum kirtli og gullbelti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull eins og mjöll, augu hans eins og eldslogi. Og hann sneri sig við. Hann sneri sig við til að sjá Jesú. Við þurfum að snúa okkur við. Og hvað þýðir þetta fyrir okkur í dag? Þetta þýðir raun og veru að iðrast. Þetta þýðir raun og veru að koma til blóð lamsins. Þetta þýðir raun og veru að snúa sig við er að fara aftur til upphafsins. Til fyrsta kærleikans. Og þá munu augu okkar opnast. Þá munum við fá að sjá hann í nýju ljósi. Við fáum opinberun. Við erum tilbúinir til þess að afneita holdinu og deyja holdinu, gráta og iðrast. Amen. Og að vaxa í Guði, viljum við ekki öll vaxa í Guði, það er ekki það að gera meira eða reyna meira. Heldur að horfa á Jesú meira. Þú vex við að horfa á Jesú. Skilurðu? Þú getur ekki breytt þig sjálfur. Það er eina bara komin í nærveru hans og horfa á hann og bara meðtaka. Þetta er svo magnað að það var ekki til orð. Við verðum nefnilega það sem við horfum á. Og svo vöxturinn eða umbreytingakrafturinn, hann kemur bara með því að horfa á Jesú Krist. Við viljum líkjast honum. Og ef við horfum stöðugt á Jesú, sama hvað gengur á, þá munum við standa stöðug og klára gönguna. Sjá hvernig hann var. Hann kláraði allt til enda. Hann gafst aldrei upp. Hann lét aldrei hugfallast. Amen. Þannig að horfum á hann. Hvernig lítur hann út? Hafið þið pælt í þessu þegar að biðja? Dróttir, hvernig lítur út? Andlitið hans er eins og sólin. Augu hans eru full af kærleika en samt full af eldi. Og hann snertir okkur með þessum eldi og við verðum bara ásjúk ef við fáum að sjá hann bara eitt augnablik. Rödd hans, hún er svo niður margra vatna. Það er bara eins og margir fossar eða brim
ægilegt brim í sjónum. Út á munni hans gengur tvíeggja sverð og það beitt. Sem hreinsar okkur, sem helgar okkur, sem sker í burtu það sem á ekki að vera á okkur. Og hann mun koma tilbaka á hvítum hesti, sem konungur konunga og drottin drottna. Og hann mun stoppa þetta rugl hérna og hann mun ríkja og hann mun ráða og stoppsetta réttlæti. Og mér svo magnað þegar heyra að ég vitna mjög oft í ljóðalögum. Það er svolítið mér kært. Brúðurinn í ljóðalögunum, þegar hún er að vaksa, hún er að þroskast. Og þegar hún fer í gegnum fyrstu 4 kaflana, þá er það bara hann að segja eitthvað rosalega fallegt hana. Og hún er bara svona, já, hann að gefa mér, skilur. Og ég er bara þarna, skilur, uppáhaldi hann, sko. Svo eftir 5. kaflana, þá kemur annað tónn. Hún missir af honum að því hann biður hana um að þjóna í fyrsta skiptið í 5. kaflanum og hún er ekki alveg tilbúin að hlaupa á stað og missir af honum og þarf að fara að leita á honum og systur hennar Jerúsalem dætur, svo kallaðar, sem eru nefndar hérna. Hvað hefur unnustið þinn fram yfir aðra unnustu? Fyrst að þú lætur svona. Og það enda með því að hún kveikir í þeim. Skilur, hún fer að lýsa honum og í 5. kaflanum fer hún að lýsa honum og lýsingin er bara wow, því að lesa þetta, skilur. Þetta er svolítið myndrænt að vísu í þessu en betra kannski að lesa þetta í Óperubókinni en ok, en þá hérna fyrst lýsir hún fegur brúðgumans og hún er komin á nýjan stað, hún er búin að sjá hann í nýju ljósi, halleluja, hún sleppir honum ekki og hún heldur fast í hann, hún hvílir alveg í honum. Amen. Ok, fyrsta atriði var að snúa sér, iðrast og annað atriði voru tárin. Ég hef svolítið talað mikið um það líka. Og í Sálmi 56 og 9. versi, þú hefur talið hrakninga mína, safnað tárum mínum í sjóð þinn, þau eru rituð í bók þína. Skilur, tárin sem þú fellur fyrir drottin. Ég er ekki að tala um vorkunnatár, ég er að tala um þakklæti og iðrun og þrá eftir honum. Og hann bara tekur þau og safnar þeim í sjóð. Og þau eru rituð með þessi í bók þína. Amen. Tárin eru mikilvæg. Og það er eins, og þetta minnir mig svolítið Óperubókina 5:8, að hann safnar bænum hina heilögu í gullskál. Og þegar hún er full, þá svarar hann tilbaka með eldi og hann bæti við. Amen. Allt sem að kemur fram fyrir Guð margfaldast í höndunum á honum. Og það kemur tilbaka margföldunar áhrifum. Halleluja. Og við kannski lesum svolítið spámanninn Jeremía. Og hann er grátandi alla daga. Og hann var kallað spámaðurinn grátandi. Alltaf grenjandi. Og veistu að ég elska fólk sem grætur frammi fyrir Guði. Og ef ég fæ ekki nógu mikið af tárum, þá fer ég bara að biðja drottni, gefa mér tár, láttu ekki þotna. Hjarta mitt verði ekki svona hart. En út af hverju var Jeremía grátandi? Hann var innblásinn að grátandi Guði yfir syndugum líð. Skiljiði? Þannig að postularnir, þeir báðu og grétu yfir söfnu honum. Postularnir. Þetta voru grenjandi menn alla daga. Við sjáum hérna í Galatabréfinu 4:19, börn mín sem ég að nýju el með harðkvælum þangað til Kristur er myndaður í ykkur. Páll, hann gréti yfir kirkjónum að þær mættu vaksa. Og vitið að bak við þessa vakningapredika sem við lyftum svo mikið upp, eins og Jonathan Edwards og Charles Finlay og William Seymour og Duncan Campbell, það voru grátandi fyrirbyndur. Og ég ætla bara að nefna einn í dag. Ég hef talað um Daniel Nass, en ég ætla að tala um Frank Barthelman. Hann var bak við Azusa-vakninguna. Fæddur 1871. Og ég ætla að segja ykkur frá því að hann og annar maður voru á bænastund í Kaliforníu, í Pasadena 1905. Eftir að Frank var búinn að missa elstu dóttur sína, átti 2 dætur, hann misti Ester, elstu dóttur sína. Og þvílík kvöl að náttúrulega missa dóttur sína og hann átti þess að von, ég mun fá að sjá hana fljótlega aftur.
Og í staðinn fyrir að fara í sjálfsvorkunni, þá fór hann inn í bænina og tárin voru notuð í bæninni. Og það kom á hjarta hans að biðja fyrir þessa postulasögu úthellingu, sem sagt hvítasunnu úthellingunni. Hann var á hjarta hans. Og hann var með öðrum manni á þessari bænastund og hann lýsir úthellingunni sem hann fékk á þeirri bænastund. Hann segir, ég hrópaði eins og kona í fæðingaverkjum. Andinn gekk í gegnum okkur. Loksins fór byrðin frá okkur. Stuttastund var mikil ró yfir okkur. Þá skyndilega, án fyrirvara, opinberaði Drottinn Jesú sjálfan sig fyrir okkur. Hann virtist standa beint á milli okkar, svo nálægt að við hefum getað rétt fram hendur okkar og snert hann. En við þorðum ekki að hreyfa okkur. Ég gat ekki einu sinni hort á hann. Reyndar virtist ég allur uppnumin andlega og verið í andanum. Nærvera hans virtist raunverulegri en ef ég hefði séð að snert hann á náttúrulegan hátt. Og ég glemdi að ég væri með augu eða eyru. Andi minn þekkti hann. Himnesk guðleg ást fyllti og hreif sálu mína. Brennandi eldur fór í gegnum mig. Reyndar virtist öll mín vera bráðna niður fyrir honum eins og vax fyrir eldi. Ég misti allt skyn á tíma og rúmi og var aðeins meðvitaður dásamlegu nærveru hans. Ég lá þarna í tilbeiðslu við fætur hans. Þetta virtist vera eins og reynslan á umvöndunarfjallinu. Ég var algjörlega týndur í andanum. Drottinn sagði ekkert við okkur. Heldur gegnsýrði aðeins and okkar með nærveru sinni. Hann var kominn til að styrkja og fullviss okkur með þjónustu hans. Þegar við vissum að nú vorum við samverkamenn með honum, þjáningabræður í hans þjónustu til þess að fæða sálir inn í Guðsríkið. Þetta hans lýsing. Skömmu síðar, þá var Azusa sagan. Og þá féll heilagur andi svo rækilega yfir heimsbyggðina að tungutalið og heilagur andi fór út alla heimsbyggðina og gjörbreytti sögunni. Og hann var á þessum bænastundum. Frank var á þessum bænastundum með William Seymour. Og þegar hann fyllist andanum, þá var það ekki bara tungutalið. Hann fékk svo himneska söng, hann sagði, ég get ekki lýst í hvað gerðist. Hvað virkilega bara, þetta gagn tók mig. Og Sálmur 126, vers 5, þeir sem sá með tárum mun uppskera með gleðisöng. Og grátandi fara menn og bera sáðkoti sáningar og með gleðisöng koma þeir aftur og bera korbindin heim. Og tárið þau byrja oft frá okkur missi eða bitur í reynslu. En ef við horfum á hann, þá þessi tár sáning. Þá áður við vitum að þá eru uppskera. Þannig að tárin eru mikilvæg. Þau eru svo mikilvæg, þessi þakklætistár, þessi iðrunatár, þessi bænatár, þessi þrá eftir honum. Þessi auðmýktar og brotin andi og þessi tár sem að flæða með því, þau opna dyr heimsins. Hlustið á mig. Þetta svo mikilvægt. Og þau hreinsa burt blindu heimsandans. Og þennan anda sem er gjörsamlega að taka yfir. Og þau gefa uppskýr og þau gefa gleði. Og þau bæta andlegu sjónina við sjáum hann. Hann grátum. Þú sem grætur, halt áfram að gráta. Þú sem ert ekki að gráta, biðtu Guð að gefa þér tár. Amen. Þegar Hjálpræðisherinn sendi trúboð til Los Angeles 1900 svipaleyti, þá voru þeir í 3 ár á akrinum, í Los Angeles, að reyna að berjast á þessum harða akri og það gekk ekki neitt. Og þeir voru búin að reyna alls konar strategíu, svona trúboð, svona, þú veist, súpu, eldhús og hvað sem skilurðu, og það var bara harður akur. Og eftir 3 ár, þá var þessi hópu sem var orðin bara vonlítill og sendi neyðaskeyti til William Booth. William Booth stofnaði Hjálpræðisherinn. Og það komið 2 ár tilbaka í skeyti frá William Booth. Reynið tár. Púsjahæja. Og þeir fóru að gráta og þeir fóru að biðja. Og 3 árum seinna þá brýst þessi vakning út. Þeir voru hluti af þessu. Halleluja. Þannig að upphafið á vakningunni í kirkjunni eru tár og tungutal og bænaneið. Og það að horfa á hann. Tár eru bara fljótandi bænir, skilurðu. Og við þurfum bænatárin. Síðan það lofgjörðin sem opnar augu okkar fyrir
fyrir Guði. Ég veit ekki hvað oft ég sé hann koma þegar ég í lofgjörðinni. Bara, þetta höfum við svo mörg reynt. Ef þið líður illa, farðu að lofa Drottinn. Hætt að fókusera á vandamálið og hvað þú ert í miklum skít, skilur við. Farðu bara að sjá hvað hann, lofaði hann. Halleluja. Og í Lúkas 11, að þá var það þannig að lærisveinarnir þeir báðu Jesú það eina sem þeir báðu hann að kenna sér, kenndi okkur að biðja. Og þeir báðu ekki að kenna okkur að predika, kenna okkur að lækna eða þetta eða hitt, kenna okkur að biðja. Við viljum bæna lífið þitt, Jesú. Og ég vildi ég væri þannig að ykkur myndi vilja bæna lífið mitt. Hugsið ykkur, skiljið. Ef við værum öll þar, hvað myndum við gera? Og hann kenndi þeim faðirvorið, og faðirvorið er ekki fyrst og fremst bænalisti. Það byrja bara faðirvorið þú sem ert á himnum og byrja að lyfta upp nafninu. Byrja lofgjörðin, helgist þitt nafn. Og síðan bara tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Svo kemur, gef oss í dag vort dagleg brauð. Og fyrirgef oss vorar skuldir. Já, og náttúrulega eins og við fyrirgefum vorum skuldunautum. Það kemur á eftir. En bænalistinn, stundum þurfum við bara að henda honum frá, sko. Og vera án forms. Halleluja. Það er ekki fyrst og fremst bæn. Bænin er staður. Takk eftir þessu. Bænin er staður. Hún er samband við persónu. Hún er samtal. Hún er tenging við hið himneska. Halleluja. Og sleppa þessu jarneska. Erum við ekki orðin þreytt á þessu jarneska? Erum við ekki orðin þreytt á þessum vandamálum? Þetta fer að lagast með næstu ríkisstjórn. Trúið því? Að verða kosningar að lagast með næstu ríkisstjórn. Það lagast ekkert. Hann er í andanum. Nei, það lagast ekki með því. Og ertu ekki bara þreyttur að tala um þín vandamál og fókusur á þín vandamál? Komdu bara frá því. Komdu út úr skömminni. Komdu frá syndinni. Aðskildu þig frá heiminum. Farðu inn í þetta himneska. Og veistu það, bæn er að koma inn í hásæti sal Guðs. Fram fyrir hásæti hans. Bæn er tenging á hjarta við hjarta. Bæn er, eins og kom inn hérna áðan, hún er ekki formleg, hún er bara andardráttur Guðs. Halleluja. Bara farðu í andan. Og bæn er að koma andlega til Getsemanni. Leif olíun að flæða. Berjast í gegn. Það má vera smá svona söpulegt og erfitt. Kaup olíu. Bæn er eiga stefnumót. Við brúðgumann, við hinn allra mesta skapara heimis og jarðar. Halleluja. Og bæn er að horfa á fegur Jesú Krist. Þetta er fyrst og fremst þetta. Amen. Já, 3 mínútur eftir. Og ég ætla að nota þær hérna. Í síðasta partinn, bæn í andanum. Það er hún sem opnar himinin og við sjáum inn í Guðs ríkið. Í Óperubókinni 4. kafla. Þá er Jóhannes í 1. versi, eftir þetta sá ég og sjá. Þá sá hann eitthvað. Hann var í spámanlegu flæði. Það eru opnað dyr á himnum og raustinn sem hljómaði sem lúður gilli. Og ég hafði heyrt áður. Og sagði við mig, stíg upp hingað og ég mun sýna þér það sem er verða á eftir þetta. Jafnskjótt var ég hrifinn í anda, þar stóð hásæti á himni og einhver sat í því sem var ásýndum líkur jaspisteini og sardisteini og rebbói var kringum hásæti sem var smagarður á að sjá. Þarna er Jóhannes, hann er í andanum og hann sér opnar dyr á himnum og það er rödd sem segir við hann, komdu upp hingað. Ef þú ætlar að fara inn í bænina, þá verðum við að sleppa þessu jarneska og við verðum að fara upp í þetta himneska. Og þú kannski spyrði í dag, já þetta var kannski fínt fyrir Jóhannes postula,
En þetta er fyrir þig. Þetta er fyrir þig. Og ég skal sanna það fyrir ykkur. Okkur er boðið inn í hásæti sal Guðs. Ég ætla að sanna það út úr reikningunni. Og þannig að það er enginn hérna inni vonlaus. Það er allir sem geta komið að hásæti Guðs. Amen. Og það segir hérna í Hebreabréfinu 4. kafla, 15. vers: Ekki höfum við þann æðsta prest eigi geti séð aumur og veikleika vorum, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og okkar en án syndar. Takk eftir þessu. Göngum því með djörfunga hásæti Guðs náðar. Því þar finnum við miskunn og náð þegar við erum hjálpaþurfi. Halló. Þið megi koma inn vegna þess að þið eruð keypt með blóði lambsins. Þið eruð börn hans og þið megi með djörfung koma að hásæti Guðs. Og þegar við biðjum þá komum við inn í hásætissalinn undir blóði lambsins. Við erum tilbúin til þess að heyra hvað konungurinn segir. Við erum tilbúin til að leggja okkar vilja niður og við gónum á hann og við erum tilbúin til að heyra hvað hann segir. Og vitið þegar ég fekk að sjá hann eitt skiptið, þá var það akkurat eins og Frank. Hann sagði ekki neitt, en samt skildi ég allt. Vegna þess að hann var bara kominn inn í innsta kjarna. Við þurfum að vera hrein undir blóði lambsins. Við þurfum að biðja Guð að hjálpa okkur að vera hrein til anda, sál og líkama. Öll 5 skilningavitin séu ekki neitt stífluð og þau séu algjörlega. Og þá með því, þá er ekki sama hvað við horfum á. Og hvað við erum að hlusta á. Gerum sáttmála við augum okkar, eins og Job gerði. Gerum sáttmála við augum okkar. Þetta er eitthvað sem að Drottinn hefur verið að knýja á ennþá meira en nokkru sinni fyrr hjá mér til dæmis. Gerum sáttmála við augum okkar. Þetta er stærsta skilningavitið og við viljum ekki menga skilningavit okkar af einhverjum djöflum. Við viljum ekki taka á móti sorunum sem í gangi. Amen. Við viljum helga okkur. Við viljum sjá hann. Og ég á þessa ástríðu með alveg bara eins og samnefnari með Davíð. Ég vil sjá hann. Ég vil sjá fegurð hans. Amen. Ég vil ekki missa þessari vitjun. Amen. Halleluja. Við skulum standa á fætur og halleluja. Ég náði þessu upp á mínútu, krakkar. Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir 1 viku.